Góðan daginn, gott fólk og velkomin til okkar. Við eigum vona góðu í dag og góður í guðlegri umfjöllun gott mál sem að Drottinn vill drepa á við okkur. Og vegna þess að við höfum verið svo duglega að biðja fyrir þessu efni að þá erum við leið þáttakandur í því og getum alveg farið fram á það að efni verður gott, það verður uppbyggilegt og gagnlegast á öllu leyti. Þannig að Drottinn svíkur engan og þú sem hefur gert hann að þínu haldreipi, veist að hann svíkur engan. Ef svik eru einhvers staðar, liggja þau mögulega hjá þér án þess að neitt sé fullyrt það. Það til ærlegt kristi fólk og ærlegt fólk til allstaðar hvar sem en sumir eru reyndar ekki heiðarlegir. Og það auðvitað akklísarhæll viðkomandi sé það að ræða. En allir geta söðlað allir geta breytt og allir geta tekið upp betri stefnu en óheiðarlegu stefnuna. En þú þarft þá að taka þér taki því að það gerir enginn fyrir þig. Því að þú ert líklega ekki að flíka því neitt sérstaklega mikið, sértu óheiðarleg manneskja sem ég ekki að segja að þú sért. En þetta vegna þess að svo mikill oft feluleikur hjá okkur fólkinu og ef við berum kynróða fyrir eitthvað í okkar fari, kynróða segjum það bara, við erum ekki að tala það. Það svona litli ljóti feluleikurinn okkar. En þá gott að vita það að það einn sem veit þetta alveg. Og þú felur þig ekkert fyrir honum, líka þú sem trúir ekkert á hann. Þú felur þig ekkert fyrir honum. Hann veit nákvæmlega hvað þú ert staddur og stödd í þessum töluðum orðum og hvað þú ert að fást við. Ég man alltaf eftir því hvað þetta var svona mikil lausn, svona mikil opinber fyrir mig þegar ég allt í einu komst að því og sá að Guð veit allt mig. Og hvað ég þó að reyna og vera með einhverja feluleiki með hann fyrir fram að mig sem að veit allt mig. Akkur segir hann þetta og akkur kemur hann fram með þessa staðhæfingu? Það til eins að ég og þú að við höldustum heiðarlega megin í okkar lífi. Heiðarleikin í dag mikið á faraldsfæti, það hallar undan honum. Akkur? Að því samfélagið æ meira merkt lyginni. Að því að samfélagið æ meira merkt því að bara gera hvað sem hverjum og einum dettur í hug. Það ekki svolítið þannig í dag? Ég held að við þurfum ekki neitt djúpa köfun og djúpa skoðun og mikla pælingu til að sjá að svona þetta. Akkur? Það bara til eitt svar við því. Það hallar undan Guðs orði. Það hallar undan þeim stoðum sem að halda okkur í lagi, okkur sjálfum í lagi. Og svo þannig að við þurfum ekkert að vera neitt undrandi á því að sumt sé eins og það er. Við höfum sjálf búið þetta til. Ég veit að mönnum svona líkar ekki öllum að heyra þetta. Ég hef aldrei gert nokkur manni neitt. Segja menn, ég trúi því alveg. En þú ert samt með í þessari hringrás sem að gerir að verkum
að allt á skakk og stjörn með þessari hringrás, að því þú segir ekkert við því. Þú leyfir þessu bara að vaða yfir. Ég og þú sem manneskjur, við erum hérna til þess að rétta af það sem að syndin hefur gert bogið. Það okkar hlutverk að rétta af þetta sem bognaði. Ef við verðum þá að gera það í Jesú nafni. Og það á brattan að sækja, því að það í tísku núna að vera ekki, það í tísku núna að vera ekki í þessari kristnu trú. En það líka í tísku að vera undir alls konar öflum, sem að við sem kristnir menn vitum að er nú ekki frá Guði komnir. Að við erum undir ykkur. Okkur líkar það ekki vel sé logið að okkur, en andafur og vonskunnar eru í því að ljúga að okkur. Til dæmis, þú skal nú ekki vera að hlusta á þetta Guðs orð. Það er hallærislegt að hlusta á Guðs orð. Það gengið úr sér þetta Guðs orð, segja þær. Og þú ert ekkert að hlusta á neitt Guðs orð. Og þú vilt ekki vera neitt það sem er hallærislegt og hvort þið er ekkert gagn í. Það er ekkert gagn í þessari kirkju, segja menn. Þetta eru viðhorfið þetta sem hafa gengið alla daga. En þú sem þekkir málið, og ég veit þú þekkir málið, þú segir kirkjan er mál málana. Sjáðu ekki hvernig staðhæfingarnar rekast á. Það er svart og hvít mynd sem verður að draga upp. Það sem þú segir algjörlega út og vonulust að vera með þetta, segi ég, þetta er mál málana. Þetta fer eftir því á hvaða stað þú ert með þig sjálfan. Ertu Guðs megin? Ertu heimsins megin? Holdsins megin? Og þá, ef þú ert holdsins maður, við vorum öll þar, þá hugsaðu það sem er holdsins. En Drottinn talar inn í það og segir við þig, hei, þú ert að hlúa því sem deyr. Og ef þú fattaðir þennan boðskap, þá geti ég lofaði því að þú myndir taka á þann fljótasta og harðasta sprett sem þú nokkuð tímann gert og hvert myndir þú hlaupa? Nú yfir til lífsins. Við viljum lifa. Og við sjáum nú aldeilis lífslöngun manna sem að gera allt sem þeir geta til þess að lifa aðeins lengur. Og ég að boða þér eilíft lífi í Jesú nafni. Og eilíft lífi nú dálítið langt lífið ekki. Þegar stendur þetta til boða. Hér og nú. Hann heitir Jesús. Sem hefur þetta, sem á þetta, sem deilir þessu út. Hann heitir ekki Konráð eða Jón eða Páll. Hann heitir Jesús. Og það er hann sem við erum að tala um. Hann er svarið við þessu spurningum sem að koma upp í kringu lífið og gera verkum að við hugsaum kannski oft á tíðum meira dauðan en lífið. Sem gerir að verkum að vanþekju okkar að við erum að hlúa því, fóðra það sem er þarna til að deyja og fara. Þetta hold er komið til að fara, ekki til að vera. Og svo partur af þér sem er eilífur, hann fer inn í eilíðina. En það eru 2 staðir. Dauði og hel og svo lífið sjálft í Jesú. Þér hugnast ekki vel að sé verið að tala um dauð og hel. En við verðum að segja sannleikann. Dauð og hel er þarna, hvort sem þér líkar það að heyra eða ekki. Þarna kemur að verki andavera vonskunnar sem að fara hamförum og segja, þú skalt nú ekki vera að hlusta mikið á þetta rugl.
í þeirra augum er sannleikur rugl af því að það er ljúga. Já, að mikilmenninu þér. Og þið líkar ekki vel að heyra svona. En við verðum að segja hvor öðru sannleikan. Okkur er gert að segja sannleikan. Og okkur líður best ef við segjum sannleikan. Ekki til að benda fingri á nokkurn mann. En sannleikur er sannleikur og ef engi segir sannleikan, að hvernig ná þá hann að komast að inn í allir þessari lygi sem er í gangi. Lífsmáta sem við höfumustu við að sannfæra okkur þessi eðlilegu lífsmáti. Þó allt í okkur segir raun og veru að þetta eigi ekkert að vera svona. En við erum búin að keyra okkur yfir það og var hann að sannfæra okkur það með öðrum orðum. Rangt er rétt. Þó við veitum það að rangt verði aldrei rétt. Rangt verður áfram rangt. Rétt verður það sem er rétt. Og hvoru trúi ég? Ég trúi þetta því sem er rétt. Þá má spyrja, býtu við, en á hverju byggir það? Minn sannleiks ást byggir á Jesú, sjálfum sannleikanum. En þín sannleiks ást, ég veit þú elskar sannleikan alveg svo allir aðri menn, á hverju byggir hann? Þælunu sem að við erum allt í kringu þig. Það er ekki góð staða. Við þurfum að vita skil á þessu öllu. Og nú bendi ég þér á reynd ágæta leið til þess að þú getur svona svo áttað þig á einu og öðru. Það er bara orð Guðs. En það er ekkert mitt að veita leyfi að orði Guðs. Því að leyfið til að nota það og viljið þinn til að nota það kemur með gjöf heila sanda. Ég get ekki gefið neitt heilagan anda. Ég fekk hann sjálfur að gjöf og hér er hann enn að tala í Jesú nafni. Þannig ég hef nú ekki svörunin í öll mál. En ég get talað það sem ég veit að er rétt. Og þetta réttlæti er aldrei ekkert frá mér komið. Það er komið af minni trú á Jesú. Aftur heyrir þetta nafn sem ykkur er lausn inn í mál. En það er ráðist á þetta að það er ráðist á allt sem er guðlegt í þessu lífi. Sem sagt, manneskja gerir í að höggva og ólmast á sínu eigin lífsmöguleika í sjálfu sér. Jesús reis upp og Jesús segir við þig, hver þú er, ég vil taka þig að mér til að gera þig hólpin. Og hvað er að vera hólpin? Þú ert komin yfir frá dauðanum til lífsins. Það er að vera hólpin. Og þetta er engin leið fyrir þig að komast þangað að sjálfdóðum. Hann heitir Jesús, hann trónir yfir þessu, hann er höfðingi lífsins og hann, við getum þakka fyrir það, hann skimar jörðina til að leita þeim sem að getur frelsað og gert hólpnar manneskjur. Þetta er allt saman í gangi í dag. Í þessu töluðum orðum er þetta allt saman í gangi. Og andavöru vonskunar, þetta illa afl, þeim enginn vill vera innanum, en er innanum ef að þekkir ekki Jesú, er við allstaðar með veggi uppi fyrir þér, þar sem verið er að tala Guðs orð. Og þau standa sem sagt þín megin við veggin og dæla til þín orðum eins og þú skalt nú ekki vera að hlusta mikið á þetta. Þetta er bara tómt bull. Sannleikanum er hallmælt.
Sannleikurinn á undanhaldi. Pílatus segir, hvað er sannleikur? Og þú segir það kannski líka. Þannig að þú skalt ekki hlæja neitt hátt að Pílatusi. Vertu bara ekki Pílatus. Og legðu við eyrun þegar þú heyrir boðskap hvað er sannleikur. Sannleikurinn heitir Jesús. Sannleikurinn Jesús. Og viljirðu fræða þig mikið sannleikan, þá lestu orð Guðs. En þú munt ekki gera það fyrr heldur en að heilagur andi er komin í þig. Áður en að heilagur andi kemur í þig, hefur engan áhuga fyrir þessu orði Guðs. Og þú jafnvel ert þar í þeim hópi sem að gera grína þessum furðufuglum sem að eru alltaf eitthvað að Biblíu blessast. Það er alls konar orð til trú manna, ekki hjá kannski okkur sem trúum, heldur þeim sem standa utan trúarina. Og þú veist að þeir eru nú all margir. En þú ert hólpinn og ég er hólpinn. Þú ert með sjálfa þig og sjálfan á réttan stað. Ég er með sjálfa mig á réttan stað. Og ég þakka það Guði sem opinberaðist mér fyrir mátt heilags anda og ég sagði það er til Guð. Ég er búin að vera sannfærður síðan. En fyrir það andartak þá jafnvel hættist ég að Guði út í það var farið. En ekki eftir þetta andartak. Að ég sá að þetta sem að ég hættist að segjum það var rangt. Þú ert á þessum stað, þú hæðist af Guði. Og ég þetta opbóðslega fyndið. En ég segi við þig, þetta er rangt, sem líklegt er að þú meðtakir ekki. Því þú átt ekki það sem þarf til að þessi skilyrði séu til taks í þér. Þegar Drottinn kemur og fyllir þig sínu, þá er það svo margt sem deyr, sem fer, sem fjarlægist. Bæði ferð að hugsa allt öðru sig, ferð að gera allt öðru sig, og við vorum að tala óheiðarleika á þann. Hann fer líka með þessari gjöf. Bara, þú hættir að vera þessi óheiðarlega manneskja. Hafirðu verið það? Og þú byrjar að tala sannleika til einhverjum og sérlega þín sjálfs. Og hver er Konráð Rúnar Friðriksson? Já, hver er hann? Segðu mér það. En ég skal segja þér hver hann er. Hann er Guðs maður. Hann lifir undir náð og miskunn í Jesú Krist. Það er í dag Konráð Rúnar Friðriksson. Hann leggur sig fram að gera það sem Drottinn er að bjóða og biðja Það er í dag Konráð Rúnar Friðriksson. Hvað með þig? Ég veit það ekki, því ég er ekki þú. Og ég get engu svarað á það. En þú getur svarað öllu það. Því þú ert þú. Og hver svarar betur það hver ég er annar en ég sjálfur? Ég get alveg sagt við þig hvað sem ég vil, það er rétt. En ég reyni að temjast við að segja satt líka hver ég er. Svo fyrir utan það að menn sem þekkja mig, þeir þekkja nú kall bara, og þó hann segði eitthvað sund, þá vitaði betur. Þannig er þetta nú með, þegar við fyrir að umgangast og þekkja hvort annað, þá vitum við nú oft betur. Nei, vinir, rísum upp og segjum, hér er ég, svona er ég. Og hvernig líst þér á? Já, hvað getur manni annað litist vel á það? Því að þetta er bara einstaklingur sem er þarna.
og hann bara eins og hann alveg eins og ég einstaklingur sem bara eins og ég en ég lít Herra mínum, Jesú Kristi, og þú lítur Herra þínum, Jesú Kristi. Við höfum sama Guð í raun og veru, og hann tengingin við hvort annað. Það leggja þráðir úr mínu hjarta yfir í þitt hjarta sem trúaðara manneskju. Hvað sem í heiminum í raun og veru þessi tenging. Að við eigum sama Jesú, og hann elskar fólk. Hann gaf fólk. Við lagði sjálfans í sölurnar fyrir fólk. Áttu okkur á gjöfinni og verkinu og fórninni. Ég veit það ekki, ég held reyndar að við áttum okkur ekki á því. En við getum allavega, þó við áttum okkur ekki á þessu verki, nema litlu leyti, þá getum við alveg trúað á Jesú. Og við trúum á Jesú, þess vegna líka elskum við þetta samtal sem við eigum við hann og heyrum frá hjörtum trúaðra mann og kvenna. Við elskum það. Og við segjum, hei, þetta fyrir mig að heyra. Það þannig sem að trúin ekki bara viðhelst, heldur hefur fengið ákveðið vaxtar skilyrði. Og það í eðli trúar að eiga til þessi vaxtar skilyrði, en þú ræður hvort þau séu uppi eða ekki. Og hvað er þetta að gera til að hafa þau uppi? Ég get ekki svara neinum það. En ég veit alveg leiðina, og þú líklega veist hana líka. Hún það að stíga fram og gera það sem Drottinn að bjóða. Og hvað hann að bjóða? Hver kölluð þín? Hún þessi, hún hinn. Ertu að gera köllunni þína? Ég veit það ekki. En þetta ekkert eitthvað sem mér kemur við. En þú og ég og við þurfum að svara þessu fyrir okkur. Og svara þó þetta rétt. Að við þurfum líka að segja okkur sjálfum sannleika. Augu Drottins hvíla á okkur. Og það mjög góð leksía, hvort sem fyrir mig og þig, að vera með þessa hugsun ofarlega. Hei, hann sér allt það sem ég að gera. Ég man alltaf eftir þessu þegar þetta lögstu fyrir mér og maður, ég svitnaði nú ekki, en mér fannst þetta rosalega gott. Og kannski það þess vegna sem að maður situr á strák sínum jafnvel í einverunni, sem einn. Þá ég bara ég, einstaklingur sem þú þekkir. Ég ekki að segja það að þú sért það ekki þegar enginn nálægur. En þetta staðurinn sem að við þurfum líka að gæta okkur á þegar við erum ein og enginn í kringum okkur. En við erum aldrei ein. Ég man svo vel þegar Drottinn sýndi mér þetta og ég sá í raun og veru augun hans á mér. Ég var ekki skelkaður eða hræddur, mér fannst þetta bara mjög gott. Að við þurfum öll aðhald. Og Drottinn segir sjálfur sjá sína. Og hann gerir það. Að þegar segir það sem hann stendur við. Hann veit alveg hvernig við erum. Hvernig þetta fallast eðli okkar, syndin í okkur, alltaf að reyna að koma, stinga haustum upp, bang, fara að gera óskunda. Þess vegna hann alltaf með okkur. Þannig að þú ert í raun og veru aldrei einn, þó þú sért einn. Já, ég oft einn, það rétt hjá þér. En ég þekki ekki þessa tilfinningu að vera einmanna, bara aldrei ekki. Ég held ég bara aldrei kynst henni gegnum mitt líf.
og alveg örugglega ekki eftir að ég uppgötaði það að augu Drottins þau hvíla á mér. Konráð minn, hvað ert þú að reyna? Hann heldur utan um okkur og gefur okkur fullvissu. Líka þegar við erum ein og það sér enginn til okkar. Það var nú gaman að geta gert eitthvað, en Drottinn sér til okkar. Þetta var fullvissa sem ég á til. Fullvissa sem ég er rosalega stoltur af að eiga. Hver gerir þetta annar en hann sem elskar okkur frá A til Ö? Hver gefur einstaklingi allan þennan tíma, allan sólarhringinn alltaf annar en Guð? Sem menn hamast við að útskýra, burtskýra til að þið geti vaxið í syndinni, heyr á endemi. Það verður stoppað í daginn. Það mun aldrei ná nema ákveðnum hæðum. Í hvaða hæð þetta er í dag veit ég ekki, en það nær aldrei neitt nema ákveðnum hæðum. Þá eru löppunum kippt undan því. Eins og alltaf áður. Þú voru aðtóða það að krossdauði Krist, hann var rosalega margt. Og upprisa Krist var rosalega margt. Þetta feldi allt óværunarins veldi, minn kæri. Og nú kemur upp í huga minn mynd sem Drottinn gaf mér. Og hún var þannig að Kristur, ég sá hann standa, eða svona sá hann og sá hann ekki, standa næfa yfir. Og eins og ég sá það, lá allt óeinaris veldið við fætur hans með andlitið ofan í drullinni. Það þorði ekki að ænda neð skrænta vegna þess að það vissi hver þarna stóð. Ekki múkk, engin hreyfing, sást ekki neitt nema þú vissir af þeim þarna í moldinni, með andlitið ofan í moldinni, ofan í drullinni reyndar. Það er vita hvernig við erum að tala. Og það er óttast ekkert meira. En við rífum kjaftið þetta. Við komum gegn þessu, alveg eins og hver vill, og hlægjum svo öllu saman. Þetta er maðurinn. Hann veit ekki alltaf á hvaða leið hann er, en hann getur alveg vitað það. Hann heitir Jesús. Það er mjög gott að hlusta á hann. Ef þú vilt kynnast einhverju sem heitir kærleika í verki, þá skaltu skunda til hans. Þá myndu kynnast honum. Og þá myndu líka sjá væntum þykju sem er raunveruleg ekta væntum þykja. Svo mikil reyndar að þú á köflum, þú botnar ekkert í þessu. Allir þessari væntum þykju. En þó að þú botnir ekki í þessu eða ég, þá er hann samt þessi væntum þykja. Vinur sem bregst aldrei. Og meira að segja er svo ákveðin í að bregst aldrei að sama hvernig þú hegðar þér og lætur, hann er hins sami. Þú hittir hann, þetta er áratuga kynni og þú hittir hann alltaf svona. Sem þetta þægilega, yndislega, góða viðmót sem þú færð hvergi annar staðar í þessu lífi, en þú færð það þar. Þú átt marga góða vini og margir hafa verið góðir við þig. En góðsemi þeirra jafnast á engan hátt við
þessa alltumlíkjandi fegur sem Kristur að boða þér og bjóða þér og og þú hefur oft upplifað, ekki af eigin verðleikum, af engu sem þú hefur gert, en vegna þess að Kristur kærleikur. Hann höfundur, hann höfðingi, hann faðir kærleikan, hann bjó hann til. Og allt sem hann gerir gott. En bara sumt sem ég geri gott. En ég má þá eiga það að sumt það. Þó annars sé kannski ekki alveg eins gott. En slíka sögu getur þú ekki sagt Jesú. Slíka sögu getur þú ekki sagt hann var nú svolítið afundin í dag, Jesú. En þú getur oft sagt þetta mig. Hann var nú svolítið afundin í dag, af því ég ekki Kristur. Ég bara veiklunduð manneski alveg eins og þú. Og þú ert stundum í vondu skapi. Þá get ég kannski sagt, hann var svolítið afundin í dag. Þetta maður. Þetta myndu aldrei geta sagt Krist. Aldrei. Farið yfir söguna í Kristi. Hvað búin að ganga lengi með Kristi? Kannski áratugi eins og ég. Og ég oft hitt hann, búin í anda mínum. En ég hef alltaf hitt hann eins. Fagnandi yfir því að þessi kall, stóri feiti kall úr Hrafnahöfði, knúði hjá honum dyra. Alltaf þannig. Þetta ekki áhugavert? Þurfum við eitthvað annað en þetta? Í þessu fallna, briska heimi sem alltaf að kalla yfir sig eitthvað tatur. Hann að ílskast út í þennan og út í hinn, allan daginn. Og þú veist ekki lengur orðið hvernig þú hittir á þennan og hinn, í mörgum tilvikum. Hann var svolítið afundin í dag. Þetta ekki Kristur. Þetta ekki Kristur sem hér verið að boða. Þú hittir alltaf á hann eins. En það segir hann sjálfur, ég klettur sem haggast ekki. Horfðu á kirkjuna. Hún búin að vera alveg hræðilega lengi uppi. Já, hræðilega, ég nú að djóka, grínast. Hún eins, hún var sett niður. Þetta að gera fullkomið verk. 2000 árum. Hún eins, hún var sett niður. Og engin stofnun, ef stofnun skildi kalla, hefur sætt eins miklum ágangi og kirkjan. Ef þú horfir yfir sviðið, í kirkjunni hvorki rispa neð, það allt í topplægi þar, alltaf. Hann gerir þessu augljósan með mörgum hætti hjá okkur. Kirkjan eitt af þessu sem hann gerir þessu augljósan með. Þú mætir inn í kirkju og þú veist nákvæmlega hvað þú ert að fara í. Þú veist nákvæmlega hvað þú ert að fara í. En þú veist ekki alltaf hvað mætið þér af fólkinu. Þú ert lítill og lítill í þér, ert að biðja einhverja huggun og já, eitthvað. Og þú færði þetta ekki inn í kirkjunni. Það var svo afundin þarna og hinn. Þannig að þetta lærdómurinn. Og hættir að horfa á kærleika manna og segja við drottinn, hei drottinn, hér ég, í Guðanabænum, hjálpaðu mér. Og hann gerir það. Hann dó fyrir þig. Hann var ekkert að grínast þegar hann gerði þetta. Og ég lofa því að það grínast enginn með svona gjöf, svona ákvörðun. Honum full alvara með það sem hann tók ákvörðun um.
Já, hann horfði á fallegt andlit þitt og sagði, ég ætla að bjarga þessari manneskju. Bjarga frá hverju? Dauðanum. Hann þarna. Hann hefur ekki farið. Hann tekur alla sem Kristur næri ekki á undan. Alla. Hann sleppir enginn. Og þetta vitum við. Það er einstaklingu sem að boða það og ekki svo eini og ekki í fyrsta skipti annan veruleika. Hann talar eilífð sem Kristur bjó til og í. Og Kristus segir sjálfur, ég mun draga alla til mín. Hvað á hann við? Alla sem hann á núna á jörðinni og hefur átt frá því að krossfestingin átti sér stað og upprisan var staðreynd, hann mun draga allt þetta fólk til sín. Hvað er þetta fólk? Spurðu hann. En ég veit bara að fólkið er á þeim stað sem það á að vera á og Drottinn mun toga það allt til sín og setja það inn í eilíðina þar sem hann er. Hvernig þetta gerist? Spurðu hann. Ég veit það ekki. Já, spurðu hann. Ertu upptekinn við að sverja Drottinn minn Jesú Krist? Já, ég veit ekkert það. Er ég upptekinn að því? Ekki getur nú sagt kannski ég sé upptekinn að því, en það kemur oft fyrir að ég spyr hann. Fæ ég svar? Yfirleitt fæ ég svar, já. Nema spurningi sé svo asnalega, hann finnst ekki ástæð til að svara henni. Ég er náttúrulega bara maður. Og ég bara hégóm að geta eins og allir aðri menn. En Drottinn segist ekki heyra hégóm orð. Og ef hann svarar mér ekki þá, ég líklega verið að reyna að vera fyndin. Þú gerir ekki svoleiðis við Drottinn. Þú getur gert það við næstbesta vinniðinn. Kristur er bestu vinniðinn, myndu það. Hann kannski myndi hlæja alveg svoleiðis að þú sæir bara hon í maga á honum. Kristur er ekki þar. Þú kemur fram við hann af fullri virðingu. Þú kemur fram fyrir hann í andaðinum, í bænðinni. Man heyri bænir þínar og meira, hann elskar þessa bænir þína. Hvað var hún? Kannski finnst þér hún hégómleg. Man getur ekki að biðja svona. Hann segir Drottinn, komdu með hana. Leðu mér bara að meta hana. Vega og meta hana. Leðu mér að ákveða sjálfur hvort mér finnist hún þess virði að svara eða ekki. Og séu þess virði að svara, þá lofa ég því að þú farið svar. Og Drottinn segir, haltu áfram að biðja. Og ég trúi því að í dag sé Drottinn að tengja á nýjan leik sambönd sem hafa einhverju hluta vegna rofnað. Og þó að menn séu ekki í miklu samskiptum hvort við annan, að þá getur vináttan samt einhvern veginn fjarað undan henni. Það er þetta sem er að tengja saman aftur. Þess vegna segi ég við þig, kæri vinur, ef þú ert á þessu stað, lagðu fram bænarefni fram fyrir söfnuðin. Og fáðu beðið yfir þessu bænarefni þínu þessi slit frá púltinu. Akkurru? Ef Drottinn gefur fyrirskipanir þetta, þá skulum við fara þessa leið. Hann er með tilgangin, hann er með allt sem við þurfum, en stundum gera hann hlutina svona. Og ég vil vera þar. Ég vil gera þetta eins og hann segir frá púltinu. Þetta er ekki merkilegt. Notum þetta. Og Drottinn segir, þú munt uppskera
þetta bænarefni til því. Og þessi samskipti komast á aftur, þau eru ekki, eins og þú finnur slitin, þau tengjast aftur. En ekki svo að skilja endilega að þú verður inn á gafli hjá viðkomandi, svo þó það geti alveg verið. En þegar svona slitnar í sundur, okkur líður ekki vel yfir því. Þú veist náttúrulega ekki um ástæðuna, hún þarf ekki að vera mikil. En þetta er staðan, byttu fyrir því. Legðu það fram fyrir púltið. Í Jesú nafni. En það er komin tími, aðeins fram yfir tíman og Konráð Rúnar Friðriksson þakka fyrir sig og heldur þessu góða verki Drottins áfram.